Sæl og blessuð, ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson, þetta Pólitíkin 35. þáttur. Kerfið ósveigjanlegt, uppfullt af gloppum og tryggir ekki með heildstæðum hætti stöðu foreldra langveikra barna til að samræma bærilegt fjölskyldu og atvinnulíf. Það bitna fyrst og fremst á þeim sem síst skyldi og hlífa þarf mest allra, börnunum. Þetta kemur fram í nýlegri grein á Vísi réttarstöðu foreldra langveikra barna. Þar segir jafnframt að í sumum tilfellum sé hún jafnvel lakari en staða foreldra sem eiga heilbrigð börn. Líta þurfi til fjölmargra þátta, til dæmis fæðingarorlofs og ferðakostnaðar þeirra sem búa á landsbyggðinni og þurfa að leita höfuðborgarinnar eftir heilbrigðisþjónustu fyrir börn sín. Sif Huld Albertsdóttir, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ, skrifar þessa grein ásamt Teiti Birni Einarssyni varaþingmanni. Sif Huld, sem situr í velferðarnefnd Sjálfstæðisflokksins, hefur í 10 ár haft persónulega reynslu af glímunni við kerfið og hún gestur minn að þessu sinni. Velkomin. Takk fyrir. Byrjum aðeins á þinni eigin reynslu sem foreldri langveiks barns. Hver hún og svona á hvað veggi hafið þið fjölskyldan rekist á? Já, ég á sem sagt dreng sem fæðist með skarð í vör og tanngarð þegar fyrir 2009 og bara strax á meðan við vorum í meðgöngu þá fáum við vita á 20. viku að hann muni líklegast vera holkóma að öllu leyti en þegar hann fæðist þá hann bara með skarð í tanngarðinum og í vörunni. Við höfum alla tíð þurft að leita okkur eftir öllu sem við þurfum. Það átti að vera teymi sem tæki utanum svona skarðabörn eins og þau heita og sem átti að taka utanum en þau hafa ekki unnið þannig að við höfum getað nýtt okkur það allavega og höfum þurft að leita okkur allra leiða sjálf í kerfinu. Við búum út á landi, við ákveðum það þegar við bjuggum í Reykjavík þegar hann fæðist og ákveðum það að flytja og vera nær foreldrum og fjölskyldu til að því við vissum svo sem ekkert hvað við vorum að fara út í. En ég það kemur kona til mín sem átti langveikt barn líka með skarð í vör og tangar og segir að það sé ofboðslega erfitt að búa út á landi og ég hugsaði nei, það getur ekki verið. Þetta getur ekki verið svona mikið vandamál og einhvern veginn svona bara, en hún poppar upp í hugan á mér reglulega þar sem að bæði ferðakostnaðurinn, greiðslurnar sem við fáum fyrir að fara til Reykjavíkur og tilbaka eru einhverja hendi eftir á þannig að þú ert alltaf að leggja út fyrir þeim, hvort sem það sé flug eða bensín. Þú færð engan dvalakostnað greiddan nema að barnið þurfa að leggjast einhvern x tíma inn á spítala og það er 24 tímar eða lengur og hann náttúrulega í tannréttingum rosalega mikið, ekki hjá á lækni á Landspítalanum. Þannig að það gerir okkur líka erfiðara fyrir að við fáum við missum náttúrulega úr vinnu alltaf 1 til 2 daga og núna í COVID-ástandinu erum við náttúrulega allavega 2 daga vegna þess að flugið vestur er mjög óstabílt og það tekur okkur náttúrulega 5 tíma að keyra aðra leiðina. Ég kom til dæmis í gær, keyrðum hingað og erum að fara bara aftur núna á eftir og en það tekur mig einmitt heilan vinnudag bara að fara með hann í skoðun til að hann geti fengið þá þjónustu sem hann á rétt á. Tannréttingar til dæmis að því frænka mín er eins og sonur þinn fullorðin í dag en ég man bara eftir því þetta var í rauninni næstu því bara öll hennar barnæska og fram á fullorðinsári. Þetta er mjög langt ferli og þetta er ekki hefðbundnar tannréttingar neinu leiti, þetta er miklu meiri aðgerð en svo í mörgum tilfellum. Já, hann er til dæmis búinn að fara í 2 mjög stórar aðgerðir, fór í þær 2017, minnum mig það bara með 9 mánaða millibili, þar sem við þurftum að vera hér til dæmis í 2 vikur í bæði skiptin. Hann kemur á 6 vikna fresti að minnstakosti, þar sem hann þarf að koma hingað til tannlæknis, þar sem er verið að spá og spekulera og við erum með tannréttingasérfræðing sem er ofboðslega naskur á hvað er að gerast með hans tennur og gaman að fylgjast með því. Maður fær rosalega mikla visku á því að vera inn á tannlæknastofinu og sjá en hann er búinn að vera í 6 vikna prógrami þannig að við komum hingað á 6 vikna fresti og svo fyrir utan það þegar hann þarf að fara í aðgerðir. Og það getur komið reglulega upp líka að þegar við erum komin að hann þurfi þá að fara til lítalæknisins og svo til annars tannlæknis til mögulega að taka ykkur tennur. Það hefur oftar en eins og oftar en 2 gerst. Þannig að já, við erum svolítið bara
fljúum svolítið á milli sko. Já. Hvernig þetta núna með sjúkratryggingarnar? Þetta eins og gagnrýnt hefur áður? Já, það eiginlega hægt að segja að það hafi ekki mikið breyst. Allavega árið 2017 þá skrifaði ég bara svona Facebook status það að við okkur vanti íbúð í Reykjavík að því hann þurfa að fara í aðgerð og ekki hægt að fá íbúð hjá Barnaspítalanum, það var ekki hægt að fá hjá sjúkratryggingum, það var ekki hægt að fá hjá verkalýðsfélögunum, það var einhvern veginn allar götur lokaðar og svo byrjum við Teitur einhvern veginn að tala saman núna á þessu ári og ræða þetta og honum finnst þetta mjög áhugavert verkefni og svona vill taka þetta lengra með mér sem finnst bara frábært og er ótrúlega þakklátt fyrir það. En þegar við erum svo búin með greinina þá poppar þessi minning upp á Facebook 2017 það að ég hafi verið að taka einhver rant á Facebook sjúkratryggingar og ég sendi honum þetta og segi mitt við hann bara, þú veist, þetta er akkurat það sem við erum að tala og þetta er ennþá í dag, þú veist, komið árið 2020, þú veist, svo sem ekki nema 3 ár en þetta hefur svo sem verið lengur, ég er búin að vera með hann í þessum aðgerðum núna síðan 2011-12 þannig að við þeir taka bara ferðarkostnað, þeir taka ekki dvalarkostnað, við venjulega gistum heima við fjölskyldu og vinum sem betur fyrir eigum við alveg ofboðslega stóra og góða fjölskyldu og ofboðslega gott bakland sem getur hjálpað okkur en það eiga það ekkert allir og það eiga ekkert allir mömmu eða pappa sem hafa rödd til að taka svona umræður þannig að þú veist, mér finnst ofboðslega mikilvægt að taka þessu umræðu þannig að hún heyrist og það þannig að allt vinnutap náttúrulega ekki greitt þannig að það rosalega fljótt að fara á þessu 12 daga sem þú hefur á ári fyrir barnið þitt í veikindi þegar þú veist þú þarft að fara á 6 vikna fresti sem að gera 10 daga á ári þannig að þú veist, við eigum 4 börn saman, ég og maðurinn minn og það þá fljótt að fara allir veikindaréttur í þetta. Margir tala það og maður hefur svo sem haft nasasjónaði líka að oft í þessu kerfi sko og ég stjórnsýslufræðingur, ég með mikill áhugamaður að það verði einfaldað og haft bara mjög skýrt en líka það þjónustu þátturinn sem að mér finnst skipta svo miklu máli og það það að þegar eitthvað svona kemur upp að þá sé þetta nánast eins og bankarnir voru, það víst orðið voru, þetta svo sjálfvirt að það sé bara eitthvað þjónustufulltrúi sem hægt að leita til sem hefur algjöra yfirsýn yfir það hvað réttindin liggja, hvað þú getur nýtt þér til dæmis kannski svo með gistingu, hvað ódýrasta gista, hvaða möguleikar eru til staða með þetta allt saman ég meina sko að þetta sé svona eins og kallaðir í þessu one stop shop að það þurfi ekki að vera að hlaupa út allt til viðbótar við kostnaðin, vinnutap og svo framvegis og fólk sem mögulega líka fara á mis við eitthvað sem myndi svo sannarlega létta í lífið kannast þú við þetta? Já, óbúslega vel og ég hef meira þess að fundi rosalega mikið fyrir vegna þess að á þessum tíma sem ég hef verið með hann veikan og verið að fara með hann á milli að þá hef ég náttúrulega lært rosalega mikið inn á þetta kerfi og hvernig á að, þú veist, sækjum ýmsar leiðir, hvað hægt að gera og eitthvað svona og þú veist, eins og ég sagði áðan, það vantar þessa rödd það ekkert allir sem hafi þessa rödd og það vantar svo eitthvað sem að getur einmitt leiðbeint þessu fólki og bara öllu fólki sem þarf á því að halda að koma þessu, þú veist, hvernig get ég, þú veist, verið með mitt líf svona, þó ég eigi langveikt barn eða þó ég sé veikur sjálfur og farið til læknis, gert þetta hvernig á ég að stempla þessu saman með því að án þess að vera að horfa á það að ég sé að fara að steypa mér í skuldir sko. Og ég held að svona umboðsmaður sjúklinga ég veit ekki hvernig við eigum að orða það eða hvernig væri best að koma því út en það væri svona einhver svona leið þar sem það væri bara ég veit alveg sjúkratryggingar eiga að gera það en sjúkratryggingar segja bara computer says no og þeir eru ekki heldur að gefa manni leiðbeiningar ef maður segir, heyrðu já en þetta er svona, get ég gert þetta og það er það bara nei, þú getur alls ekki eða ég er bara ekki viss eða þú veist, þú færð aldrei bara eitthvað, heyrðu, já þú ert svona, þá getum við gert það svona. Það sé svona svolítið tekið utan fólk. Já, þetta sé svolítið þannig, þetta sé svolítið persónulegra. Já, sammála því, ég skil það vel. En nú liggur fyrir þinginu frumvarp til laga fæðingar og foreldraorlof. Hvað er það sem að þarf að breyta í því tilliti fyrir þennan hóp? Sko í því tilliti þarf kannski ekki miklu að breyta sko ekki í fæðingar og foreldraorlofinu en það þarf að breyta náttúrulega sko það þarf að búa til bara nýtt kerfi. Það er ekki til neitt kerfi sem tekur utan langveik börn og foreldra þeirra. Það er bara sami réttur?
Já, það bara sami réttur og ég og þú. Já. Það skiptir ekki máli þó barnið sé langveikt. Þú átt engan meiri rétt á vinnumarkaði. Það sem við erum að horfa á þarna að við séum að horfa á að það sé svolítið svipað og fæðingarorlofskerfið. Að þú geti, þegar þú ert með langveikt barn, að það sé einhver réttur. Að þú hafi rétt til þess að þú ert í vinnu, barnið verður langveikt og þá áttu samt bara svo 12 daga. Það engin auka réttur að því að þó svo að barnið sé langveikt. Á meðan að þegar þú ferð í fæðingarorlof, þá má til dæmis ekki reka þig á tímum þegar þú ert í fæðingarorlofinu. En ef þú átt langveikt barn, þá má það. Þannig að ég held að það sé bara, það þarf að búa til einhvern ramma sem að tekur utan þennan hluta af fólkinu okkar. Já, bæði réttindi og líka ákveðna vernd. Já, bara ákveðna vernd fyrir fjölskyldur þessa barna að þau geti stunda sem eðlilegast lífið sitt. Já. Hvernig finnst ykkur svona, hvað heyrið þú í fólki í sambærilegum málum með til dæmis bara vinnumarkaðan almennt, fyrirtæki? Ofta það þannig að þegar börn greinast eða þetta kemur í ljós að þau eru langveika einhverju leiti, þá þetta alltaf fyrstu viðbrögð samfélagsins að taka utan á fólk. En svo vitum við bara, svo líður tíminn og eins og þú ert að lýsa, það kannski mikla fjarvera frá vinnu og svona, og þá fer fólk ofta að þreytast og kannski aðeins að gleyma sér, sko. Finnst þér svona vinnumarkaðurinn taka vel utanum þessa hópa? Er það svona sagan sem þú heyrir? Sko, ég hef ekki almennilega kannski gert mér, ég hef ekki skoðað almennilega til að kannski mynda mér skoðun á því. En ég veit til þess að foreldrar sem hafa hætt að vinna vegna langveikra barna að þau eiga engan rétt. Þau eru ekki með rétt í verkalýðsfélagi, þau eru borga ekki lífeyrissjóð. Það eru þessir hlutir líka. Svo kemur út á vinnumarkaðinn 5-6 árum seinna kannski, þegar þú treystir þér til og getur farið frá barninu þínu og þá ert ekki með neitt rétt. Það er eiginlega það sem að svona kannski ég hef mest séð. Ég hef ekki skoðað þennan markaðstengda hluta í þessu, en hann er mjög áhugaverður. En svo búin að lýsa vel fyrir okkur, Landspítalinn í Reykjavík og þar er búið ekki allir landsmenn og við höfum verið að ræða ferðakostnaðinn. Hvað erum við að tala, getum við verið að tala þetta er breytilegt, en svona, hvað getum við verið að tala mikinn kostnað og að hver svona, miklu leiti, getur fólk bara fjármagna það úr eigin vasa? Já, það er náttúrulega óbúslega misjafnt og einmitt í eitt skipti þegar ég var ólétt af drengnum að þá las ég umhyggjublað þar sem var verið að tala skarðabörn og þar var einmitt talað það að það væri mjög erfitt að eignast skarðabarn nema eiga pening fyrir því sem er óbúslega erfitt að lesa verandi 22 ára með eitt barn og annað á leiðinni og bara horfði á þetta og hugsaði bara hvernig getur það verið. En svo er það þannig að þú verður að leggja út fyrir flugfari, þú verður að leggja út fyrir bensínkostnaði, þú færð þetta ekki greitt áður. Þannig að flugfari fyrir okkur til dæmis á 6 vikna fresti, við tek bara að því við höfum þetta hér, að þá er það milli 85 til 9.000 sem við leggjum út ef við förum fljúgandi. Fáum svo endurgreitt viku seinna, en með því að fara með ferðavottorð upp á sjúkratryggingar og fá það endurgreitt og við fáum ekki 1500 kall af því, þannig að ríkið tekur alltaf 1500 kall. Svo erum við komin upp í X upphæð, þá tekur hann 750 kall. Eins og ég segi, við eigum stórt og gott bakland, þannig að við fáum að gista hér og þar á sófum og en það er náttúrulega ekki allir þar, þannig að það getur komið kostnaður þar líka, en við þurfum líka alltaf að taka okkur bílleigubíl þegar við erum vegna þess að við náum ekki að taka leigubíl. Taka leigubíl kostar eiginlega jafn mikið og að taka bílleigubíl í sólarhring og við borgum það náttúrulega bara úr eigin vasa og það er alltaf í kringum 20.000 kallinn. Þannig að hver ferð fyrir okkur þó svo sjúkratryggingar koma að því er alltaf frekar dýr Ef við drögum þetta eins saman og setjum kannski alltaf svona vinsælt að búa til lista, ef við setjum 1, 2, 3 í forgangsröðun, hvað finnst þið til dæmis að Sjálfstæðisflokkurinn og aðrir, þeir sem hafa völdin, hvernig myndur forgangsraða kannski 3 atriðum, hvað var það réttindi foreldra langveikra barna? Ég myndi segja að við þurfum alveg númer 1, 2 og 3 að skoða þetta kerfi, þannig að við séum að horfa á þetta eins og fæðingarorlofið, að við þurfum að skoða kerfi fyrir langveik börn og foreldra þeirra. Það held ég sé alveg lykilatriði að sjá hvernig við getum gert það
og í annað þá þurfum við að tryggja jafnan rétt foreldra af landsbyggðinni og foreldra sem búa hér í Reykjavík. Það er rosalega mikið gat. Ég kom og fundi komið 2 ár síðan þar sem var að tala um velferðar málin, bara niður í Valhöll, og þar kemur í man ekki hver það var sem stóð upp og segir að sjúkratryggingakerfi sé fyrir alla og öll hér inni eigum sama rétt og erum við sama borð. Og ég fann mér náttúrulega knúna til að standa upp þar og segja bara það væri ekki þannig. Og þeir sem þurfi ekki að nýta þetta kerfi viti ekki af þessum göllum. Og sem bara óbúslega fínt og ég myndi, gjarnan vilja að fleiri vissi ekki af þessum göllum. Þannig að þetta óbúslega leðilegt að þurfa að fara í gegnum þetta alltaf. En ég held að það sé kannski númer 2, að jafna aðstöðumun. Og það sé, það sé ekkert dýrara fyrir mig að fara með barn til læknis heldur en barn sem á heima í Reykjavík. Þó ég veit ég velji með búsetu, en maður veit aldrei hvenær á lífsleiðinni að hvort að barnið manns veikist og verði langveikt eða hvað. Þannig að ég held að það sé kannski númer 2 og þriðji hlutin, ég held að þetta taki utan um bæði, sko. Já, þetta sé bara heildstæð nálgun að öllu leyti. Já, þetta sé svolítið það, sko. Og ég held að, eins og ég segi, þetta eru þessi 2 mál sem við kannski fórum í gegnum í greininni. Já. Og það eru þessi 2 mál. Já. Sem eru, brenna ótrúlega mikið á, mér. Já, 2 stórmál. Greinin birtist á Vísi 15. október ef fólk hefur áhuga að kynna sér. Fyrirsögnin tryggja þar betur rétt foreldra langveikra barna og það Sif Huld og Teitur Björn Einarsson sem að skrifa þessa grein. Þú ert nú í velferðarnefnd flokksins eins og ég nefndi upphafi. Já. Og nú búið að vera mikil málefni að vinna í sumar og fram á haustið og fyrir landsfundin sem að frestast nú aðeins hjá okkur af ástæðum sem allir þekkja. Hafa þessi mál komið til umræðu þar? Já. Þau hafa það og við náttúrulega það búið að vera mikil vinna og óbúslega góð vinna og þetta mjög samheldnur hópur sem við erum með í velferðarnefndinni og ótrúlega flottur formaður hjá okkur og hann er búin að vinna vel að stefnunni. Og inn í stefnunni einmitt landsbyggðina og þetta ferða- og dvalarkostnaður að hann verði jafnaður. Þetta kannski svolítið opið en það allavega klausa þar inn í. En við svo sem kannski fórum ekki djúpt í þessar foreldra og greiðslur varðandi langveik börn en það það kannski líka kom svolítið kannski frá þegar við Teitur fórum að tala meira þetta þá spann þetta upp á sig sko. Þannig ég held að það sé kannski það eitthvað sem við þurfum samt að horfa á að setja þarna inn líka sko. Finnur ekki svo við förum aðeins kannski eftir aðeins á persónulegu nóturnar hvernig þegar maður að taka þátt í stjórnmálum hvernig oft erfið reynsla og áskoranir sem maður þarf að fara í gegnum í lífinu hvernig það hjálpa manni með þegar maður að taka þátt í stjórnmálum? Jú, það gerir það sko, alveg óbúslega sko. Og einhvern veginn ég náttúrulega í bæjarpólitíkinni á Ísafirði og einhvern veginn brenn fyrir ákveðnum málum þar en í landspólitíkinni brenn ég fyrir allt öðrum málum sko. Og að því kannski líka með við mína stöðu hvað ég vinn við að þá get ég ekki brennt fyrir sama málefni í landsbyggðinni og á landsvísu og heima. Þannig ég get tekið þetta lengra svona í landspólitíkinni. Þannig ég held og þessi reynsla gerir það að verkum að ég veit hvað máli snýst ég veit hvað ég að tala ég ekki heyrið út í bæ og finnst þetta og finnst hitt. Þannig að þetta eitthvað sem að við erum bara sjálfa að glíma við sko. Maður finnur það með þetta fólk sem að deilir svona reynslu að vera með veik börn eða hefur sjálft farið gegnum veikindi að því var nú nefna þessa velferðarnefnd þá hún eiginlega óvenju vel skipuð núna að þessu leiti vegna þetta annarkvort fólk sem annarkvort að vinna í heilbrigðiskerfinu eða hefur reynslu af því sem notendur og en maður finnur eins og ég var að segja sko, að þeir sem að fara í gegnum þetta að það mynd mótar þess að þú ert aðeins að lýsa þú ferð að hafa aðeins alltaf áherslur og aðra sín og oft mjög skýra sín því þú verður svona einhver kerfis sérfræðingur á þess að í rauninni hafa ætlað það. Algjörlega og ég segi það mjög oft þessa setningu bara, ég ætlaði ekki að vera kerfisfræðingur en ég bara allt í einu orðin það og ég að fá símtöl frá ýmsu fólki bara út í bæ það sem að segja, ég lendi þessu og þessu hvernig ná ég gera þetta með sjúkratryggingar að því fólk veit af því, þetta náttúrulega lítið svæði þannig að það náttúrulega bara, hringt í næsta mann og bara, já, en ég veit ekki hvað ég gera næst já, þá gerur þetta bara svona og þá getur þetta og maður hugsa bara, hvernig lendi ég þarna samt, sko þannig að, en, Út bæjarfulltrúi á Ísafirði, hvað að frétta úr pólitíkinni vestan?
Heyrðu, það nú bara allt ágætt. Við erum náttúrulega Dýrafjarðargöng eru opna bara á morgun. Og það náttúrulega risastór áfangi í vegabætum á Vestfjörðum. Við náttúrulega erum ennþá að berjast fyrir lagseldinu og við höldum því áfram og atvinnumálin. Þannig að það kannski svona stóru málin hjá okkur. Og já. Mér finnst, sko, ég veit auðvitað ykkar áskoranir. Ég veit að það getur verið erfitt fyrir fyrirtæki fyrir vestan að þau eru með svo háan flutningskostnað og það svona alls konar atriði sem eru aðeins erfiðari þar en hér. En ég verð að segja, ég dái svolítið að því, mér finnst svolítið gaman svo að fara til Súðavíkur og kaupa súkkulaði sem framleitt þar og mér fannst gaman að fara til Flateyrar, sjá lýðskólann og sjá, svona það ykkur gróska fólk úr borgin að kaupa gömul hús og gera upp og það reyndar víðar sko, það svona að maður sér mikið verið að gera upp gömlu húsin og þau eru mjög falleg og maður svona, ég fann aðeins að pæla líka svona með ferðaþjónustu á svæðinu að selja útlendingum svona exclusive ferðir þangað sem fólk getur verið svona svolítið út af fyrir sig og svona er þetta eitthvað bara einhver rómantík í mér eða eru svona falin tækifæri í hverjum firði sem við hefum kannski ekki alveg verið að grípa nógu vel? Já, ég held að þetta sé nú ekki kannski rómantíkin í þér en það er alveg rétt og það náttúrulega með opnum Dýrafjarðarganga að þá verið að opna líka sem heitir Hringvegur 2 nei, það heitir ekki Hringvegur 2 þannig að þú voru að klippa þetta út það heitir Vestfjarðarleiðin og Vestfjarðarleiðin sem sagt svona ávið Hringveginn þar sem við erum að benda á ofboðslega mikið af hlutum sem að gerast á Vestfjörðum og að því okkur finnst vanta þennan hring og nú hann kominn og það mun fara í loftið á sunnudaginn sem sagt vefsíða sem að verður bara með sem sagt Vestfjarðarleiðin og þar eru allar þessar hvað segir maður svona activities sem þú getur gert og ferðaþjónustan var náttúrulega alveg í blóma fyrir COVID og Ísafjarðarbær var náttúrulega ofboðslega stór skemmtiferðaskipa höfn og eitt náttúrulega stóra sem að gerast núna kannski í bæjarpólitíkinni að því þú spurðir fyrir því áðan og kannski glemt að nefna það náttúrulega það erfitt að stækka höfnina hjá okkur til að geta tekið á móti stærri skipum þegar það verður hægt og en við erum náttúrulega með fullt af litlum fyrirtækjum og fullt af flottu fólki sem að gera óbúslega mikið af flottum hlutum. Við erum með, eins og þú segir, við erum með súkkulaðiverksmiðju í Súðavík, við erum með bruggverksmiðju á Ísafirði, við erum með lýðháskólann á Flateyri, við erum með Tjöruhúsið, við erum með Djúpið sem svona frumkvöðlasettur og við erum með Örnu mjólkuvörurnar. Þannig að við erum með helling og við höfum upp á óbúslega mikið að bjóða. Já. Og fyrir utan alla fallegu náttúruna sem að... Já, fyrir utan það sko. Já. Fyrir utan það að vera bara... Sem að endalaus auðaf að finnst manni. Það var virkilega gaman að fá þau í spjall Sigfús Albertsdóttir, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ og ég vona að þessi grein hreyfi við fólki og að við sjáum úrbætur sem allra fyrst. Takk fyrir það.